Við erum stödd á ljósmyndasýningu Ljósmyndaklúbbs Fjallabyggðar sem haldin var í Bláa húsinu við höfnina á Siglufirði. Klúbburinn er ekki með formlegt félagatal, allir eru velkomnir á sínum forsendum en 30 manns hafa tekið þátt í sýningum klúbbsins til þessa. Og í Ljósmyndaklúbbi Fjallabyggðar er fólk á öllum aldri. Já, við erum með eins og á þessari sýningu sem er núna að þá voru 73 ára milli yngsta og elsta. Þannig að svo yngst 11 ára og sá elst á níræðisaldri. Þegar þið komið saman, hvað rætt? Er það ljósmyndun? Heldur betur. Það bara rætt allt mögulegt og myndvinnslu svolítið. Við höfum verið að halda námskeið sem hafa verið vel sótt í sambandi við alls konar myndbyggingu og við vorum til síðast með Berg og Mortens sem fór í gegnum þetta með okkur. Og við höfum reynt að halda þessi námskeið á þess að fólk þurfa að borga. Þannig að við erum að reyna að fá alla með okkur. Á hvaða stalli er þetta fólk sem kemur til ykkar tæknilega séð? Á öllum skalanum eins og hugsaskeftur. Og það er nefnilega svo gaman við þetta að við erum svo ólík. Það er fólk sem hefur menntað sér ljósmyndun og það er fólk sem að er að byrja og það er fólk sem að vinna myndirnar sem ekki neitt. Aðrir eru mjög flinkir í að vinna myndir og þannig að þetta er bara, þetta er skemmtilegu samansetningur í þessu. Eru einhver tískustraumar í myndvinnslu? Nei, en við flest orðið notum Lightroom og svo eru alls konar önnur forrit líka sem verið að nota en ég held að við séum allflest með það og það er það er talið orðið í dag best fyrir ljósmyndara. En ljósmyndun, hún getur bæði verið dýr og ódýr, þetta áhugamál. Já, það er eitt sem að nota síma með að taka myndir og aðrir eru með græjur upp á milljónir. Þannig að það er engin takmörkun á þessu. En sá sem að fer í svona klúbb, er það ekki nánast ávísun á að fjárfesta í enn betri græjum? Nei, við þurfum bara augað og síðan bara að vinna eins og við viljum eða vinna ekki og láta prenta þér. Það er nóg. Að hafa auga fyrir ljósmyndun eins og þú segir, það hefur ekkert breyst þátt fyrir að tæknin fleygi fram? Nei. Já, ég allavega að mínu mati að þá er það sem að gildir í þessu. Þegar maður skoðar samfélagsmiðlana, til dæmis Facebook, þá virðist Siglufjörður og nágrenni vera nokkuð vinsælt myndefni. Finnst þér það eitthvað skrítið? Hér er náttúrulega mjög fallegt og skemmtileg mótíf. Við höfum norðurljósin. Síðan erum við Héðinsfjörð sem er alveg kjörið til að taka myndir, sérstaklega næturmyndir. Já, við erum ekki með neina ljósamengun þar. Og svo er náttúrulega Ólafsfjörður gríðarlega fallegu líka þannig að við höfum bara allt sem til þar hérna. Eru erlendir ljósmyndarar að koma hingað og áhuga fólk? Já, mjög mikið. Og ég er búin að hitta mjög marga og svo er líka annað í þessu að við erum náttúrulega með herhúsi hérna og listhúsi hjá henni Alesi í Ólafsfirði. Þannig að það er að koma ljósmyndarar alls staðar að á heiminum. Þannig að við erum líka að fá töluvert að þessu til okkar. Sem að náttúrulega gerir þetta líka ennþá breiðara. Þannig að þetta allt saman eflir ljósmyndaklúbbinn? Já, það gerir það. Það gerir það. En hvað með þig sjálfa? Hvenær fórst þú að taka myndir fyrir alvöru? Það eru 4 ár síðan ég keypti mér fyrstu myndavéla mína. Þannig að það er ekki lengra síðan. Og myndefnið, hvað er það helst hjá þér? Það er bara allt mögulegt. Ég hef verið að taka myndir af landslægi og svona tækifærismyndir og síðan hef ég verið að fara líka töluvert út í mannamyndir. Taka myndir af fólki og svona tilfinningum þá. Bæjarfjall Siglfirðinga, Hólsirnan, er vinsælt myndefni og Kristín formaður Ljósmyndaklúbbs Fjallabyggðar er engin undantekning í þeim efnum. Enda líka er þessi drottning alltaf reynd í nýjum og nýjum fötum og með nýja bakgrunn þannig að hún er bara endalaust myndefni. Kristín segir að listbraut menntaskólans á Tröllaskaga, sem er í Ólafsfirði, hafi hjálpað mörgum á sviði ljósmyndunar. Já, það skiptir sköpum fyrir mig allavega.
ég dreif mig í nám á listljósmyndunarbraut hjá Láru sem skólameistari og hún sjálf master í listljósmyndun og þetta gríðarlega metnaðarfullt nám, gríðarlega metnaðarfullt og við erum ansi mörg sem hefur verið að fara í gegnum þetta þannig, og alltaf að bætast við. Síðan hún líka með þetta í fjarnámi þannig að fólk getur verið í þessu námi alls staðar á landinu. En fyrir mína parta þá hefur þetta skipt sköpum fyrir mig og opnað nýjan heim fyrir mér. Kristín segir mikilvægt fyrir áhuga fólk ljósmyndun að vera í einhverjum félagsskap þar sem áhugamálið sé í brennidepli. Það alveg sama hvert ég fer, hvort ég fer inn í bakari og fæ mér kaffisopa eða labba hérna út á götu. Ég hitti alltaf einhvern sem hefur þetta áhugamál og það náttúrulega, þetta mjög gaman að setjast niður með því að við erum svo ólík líka. Maður myndi ekki hafa samband við þetta fólk ella nema í gegnum þetta. Þannig að þetta svona, og þetta bara þjappar líka bæjarbúum saman, okkur sem erum aðeins og þeir sem að taka myndir eru náttúrulega eiga fullt af ættingjum þannig að við erum rosalega mörg sem snúum að þessu.